Komið sæl og velkomin að Skjánum. Þetta er þátturinn Öryrkjaráðið á Samstöðinni og ég heiti María Pétursdóttir. Og hjá mér í dag eru tveir góðu gestir. Það er Laufey Líndal Ólafsdóttir. Hún er fulltrúi sósíalista í borginni hjá Félagsbústöðum og Daníel Örn Arnarsson varaborgarfulltrúi sósíalista hjá Reykjavíkurborg. Við ætlum aðeins að spjalla húsnæðismál. Velkomin. Takk. Ef ég kannski byrja aðeins á þér, Laufey. Eða ef ég bara byrjaði að spyrja ykkur bæði kannski, hafið einhverju svona tilfinningu fyrir hversu margir eru húsnæðislausir í dag? Er til einhverja tölur, er eitthvað búið að kortleggja þetta alveg nákvæmlega, vitið þið það? Ég veit þetta er kannski risastór spurning, sko, því ég er búin að vera sjálf að reyna að gramsa og maður fær bara svona tilfinningu hér og þar en einhvern veginn ekki svona heila mynd. Þetta er náttúrulega ótrúlega flókin spurning raunverulega því að það eru náttúrulega, við vitum að það eru, og Laufey þú leiðréttir mig og ég er að fara með rangt mál, rúmlega 700 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík og bakvið það fólk eru sjálfsögðu börn og fleiri og en það er einhvern veginn, það er svo erfitt að taka inn í myndina, það er svo margir sem eru raunverulega heimilislausir án þess að vera húsnæðislausir, þú veist, sem búa kannski á sófanum heima hjá Stínu frænku og þú veist, í svoleiðis. Ég ætlaði einmitt að líka fara út í það, sko, það er náttúrulega bara munur á því að vera húsnæðislaus eða heimilislaus í rauninni. Þetta er rosalega stórt og við getum, ég veit ekki það, þú veist, þetta er eitthvað sem er náttúrulega ekki kortlagt nákvæmlega en bara út frá listanum yfir fólk sem að bíða eftir félagslegu húsnæði. Já. Það er náttúrulega fólk sem er sko, bara til að komast inn á biðlistan, náttúrulega þarf það fólk að vera í töluverðri neyð. Við getum gert ráð fyrir að þau séu að borga óhóflegt hlutfall á sínum tekjum í leigu. Já. Og það, eins og ég segi, þarna er ekki tekið inn í myndina, sko, fólki sem að býr á sófum og annars staðar. Já, ég held að mitt þetta er rétt hjá Daníel, það er eitthvað í kringum 700 minni mig núna eftir félagslegu húsnæði og benti réttilega á líka að þetta er náttúrulega bara fólki sem kemst inn á listan. Já. Það eru margir sem eru, sko, annarkvort sækja ekki af einhverjum ástæðum. Það eru margir sem finnst þetta ekki svona eiga við sig, halda kannski þeir séu, þú veist, of vel settir. Já. Komast inn, þú veist, vita að það er langur biðtími og nenni ekki að leggja í það. Það eru alls konar ástæður fyrir því að fólk fer ekki og sækir þó að það myndi, þú veist, þurfa á því að halda. Þannig að þessi tala, þú veist, kringum 700 einstaklingar og fjölskyldur, það er svona pínulítið villandi vegna þess að það eru gríðarlega margir aðrir sem eru að harka og eru kannski ekki húsnæðislausir en heimilislausir í raun og veru eða á óboðlegum leigumarkaði og að greiða mjög óhóflegar tekjur og jafnvel í svona húsnæði sem að kannski myndi ekki þykja mjög boðlegt. Boðlegt, já. Kveikur fjallaði einmitt þetta daginn. Einmitt. Þar sem að einmitt fólk býr í einhverjum ósamþykktum herbergjum jafnvel og Akkurat. Það var líka mjög góð úttekt hjá Stundinni, góð grein í Stundinni fyrir rúma ári síðan um fólk í iðnaðarhúsnæðum og það var einmitt bara láglauna fólk og alls konar fólk sem bara fékk ekki annað húsnæði. Þannig ég held einmitt að allir svona listar og tölur er alltaf pínu villandi af því að þær byggja á þeim sem að sækja aðstoðina, þú veist, og komast inn. Já. Og svo eru margir sem fá synjun af því að, þú veist, tekjurnar eru aðeins of háar með þessi rosalega lágu viðmið sem að borga við. Þannig Má líka benda á það að fyrir stuttu þá styttist biðlistin eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík töluvert af því að úthlutunarreglunum var breytt.
Þannig að það voru ekki lengur jafn margir sem áttu séns á að vera á biðlistanum. Þetta er... Já, þannig að það er svona að hreinsa til á biðlistunum eftir behag. Já, ég held líka að þetta fyrir þá sem hafa, að ég leigjandi hjá félagsbústöðum sjálf og er búin að vera í rúm 10 ár, nei, 15 ár held ég bráðum. Og þetta er sko, það er svona punktakerfi sem að er unnið eftir, þar sem að þú þarft að tína fram sko í raun og veru allt sem að gerir þig svona, setur þig í svona flokk sem svona vulnerable einstakling. Já. Þannig þetta ég kalla þetta svona því leiðilega nafni aumingjasamkeppni. En þetta er svona, þú þarft að hafa x mörg vandamál bara til að vera samþykkur. Og þetta er þá bæði fjárhagslegt og svo félagslegur vandi. Og þetta er náttúrulega, ég veit ekki, mér finnst þessi aðferðafræði ekki góð, mér finnst bara að félagslegt leiguhúsnæði eigi að vera aðgengilegt fyrir fleiri. Það eru gríðarlega mikið af fjölskyldum sem að lifa svona við fátæktamörk eða með viðkvæmum fjárhag sem myndi þurfa á félagslegu leiguhúsnæði að halda og líka bara á öryggið. Leigumarkaðurinn er bara gríðarlega ömurlegt umhverfi fyrir sérstaklega fjölskyldufólk að vera í, að þurfa að flytja árlega til dæmis af því að leigusamningar eru ekki trygg. Og ég hef verið í þeirri stöðu sjálf einmitt, að þurfa að flytja á hverju ári, bara pakka saman og börnin skipta skóla og þannig að þetta náttúrulega hefur alveg bara áhrif á fjölskyldur til langtíma. Sko. Já, og kemur inn á líka bara hvað, sko, að því nú eru flutningar og svolítið dýrir, en það er svo dýrt að pakka niður og flytja. Þannig að það kostar sitt að vera sko, lifa við fátækt. Þú þurfa kannski að flytja oft og svona. Já, en það er ekkert vita sennilega hversu stór hluti af þeim sem að leigja hjá félagsbústofum sem að eru metnir á örorku. Ég hef ekki fundið neinar tölur það, en það er sko félagsbústaðir eru með nokkra tegundir af íbúðum, þetta er alltaf á heimasíðu félagsbústaða. Þess að heildarfjöldi leigueininga er 2662. Það eru almennar íbúðir 1971. Já. Það eru þjónustu íbúðir, það eru 364, það eru yfirleitt fyrir eldra fólk og í einhverjum tilvikum fyrir öryrkja. Og svo sértækar íbúðir sem er 327. Og eru svona oft fyrir fólk með flóknar þjónustu þarfir. Þannig að þetta er svona eina sundurliðunin sem er til sko. En náttúrulega í almennu íbúðunum náttúrulega eru margir öryrkjar þó þeir séu kannski ekki með hreyfihömlun eða þannig að en ég sé engar tölur Nei, munar miklu á húsalegunni á félagsbústöðum og bara almenn markaði? Það munar náttúrulega alveg slatta, en það er náttúrulega af því að almenni markaðurinn er svolítið, búin að vera svolítið crazy. Svo við vitum, það er náttúrulega að leiga var alveg nógu há fyrir en hún er náttúrulega hækkað rosalega bara á undanförnum árum, þess að við séum bara hún er komið yfir lægstu laun og ég meina það er náttúrulega bara fáránlegt. Fólk á lægstu laununum er fólki sem er á leigumarkaði, þannig að þetta er náttúrulega bara við sjáum alveg að það meikar engan sens og það er líka annað er náttúrulega húsaleigubótakerfið sem er gríðarlega svona bara það er mjög brenglað það er náttúrulega svolítið svona viðurkennt að maður á í raun og veru ekki að borga nema 25% af ráðstöfunartekjum en svo eru alls konar þök á húsaleigubótunum þannig að maður getur alveg endað á að borga jafnvel sko helming af heildartekjum bara í húsaleigu ef þú ert með mjög lágar tekjur. Svo eru eins og fyrir öryrkja þá áttu að geta sótt sérstakar húsaleigubætur eða sérstakan húsnæðisstyrk. Það hefur nú eitthvað gengið miserfilega veit ég, eins og Reykjavíkurborg synjaði stórum hluta, synjaði mörgum sem hann leigði hjá Brynju húsfélagi, öryrkjum.
þá niðurgreiðslu og ég veit að það eru svona mismunandi reglur yfir hvert bæjarfélag. Það er eins og hvert bæjarfélag getur bara eitthvað að setja sína reglur. Þetta er svolítið furðulegt. Þetta er bara það sama með framfærsluna, hvað heitir það, styrkinn sem þú fær frá sveitarfélaginu, fjárhagsaðstoð. Það hefur Reykjavíkurborg. Það er mjög mismunandi milli sveitarfélaga líka. Sveitarfélagunum er í sjálfsvald sett. Þau reynir bara hvað þau miða við og hvað þau greiða. Já. Það er náttúrulega ótrúlegt því að þau eru öll með sömu framfærslugilduna. Það er alveg magnað að þau geti sett sjálf, sko. Manni finnst þetta kannski ekkert skrítið með að við stundum, ég meina í sömu sveitarfélögum er húsnæðisverð mikið lægra heldur en annars staðar, kannski út á landi og eitthvað svona, þannig en svona á höfuðborgarsvæðinu er þetta allt bara mjög svipað, myndi ég halda. Þannig að þetta er svona bæði skrítið og ekki skrítið. Það þyrfti að taka kannski eitthvað tillit til mismunandi kostnaðar eftir því hvar þú býrð, en það þarf náttúrulega líka að vera jafnræði. Já, ég held líka sko að það er sumstaðar sko þó að þessi lægri leiga, í einhverjum tilvikum þá hef ég heyrt frá fólki að stundum er rafur eða orkuverð. Já, hitt og rafmagn og eitthvað. Já, eitthvað fleira líka sem húsfélag, einhver húsfélagskostnaður. Þetta er, það sem ég verið að heyra frá fólki út á landi, það er svona annar kostnaður kannski sem er... Já, sem er hærri, já, ég skil hvað átt við, já, einmitt. Það er það kostnaður og ýmislegt slíkt sem er náttúrulega miklu meira út í dreifbýli eða í öðru þéttbýli út á landi þar sem þú þarft að sækja þjónustu í bæina þegar búið að skera niður heilbrigðisþjónustu út á landi alls staðar og allt þetta dæmi, sko. Og borga ferðakostnað, einmitt. Líka. Þannig að þetta er svona, ég held að þannig sé sko að sveitarfélögum sé ekki alveg stætt á að hafa þetta sjálfsvald. Þetta ríki þyrfti allavega að setja einhver viðmið sko, lágmarksviðmið sem að þau eru þá bundin að fara eftir. Óskandi og líka með húsalegu styrkinn sko. Ég skil ekki að þetta þarf að vera eitthvað mismunandi. Og ekki þetta við tekjur meira af því það er þak til dæmis á sérstöku húsaleigubótunum. Þannig að oft sko ef þú fær meira úr frá ríkinu eða húsaleigubótunum venjulegu þá geta stundum lækkað. Það er einhverjum á móti af því að það má ekki dekka meira en helmingin af leiguliðinu. Það þarf svolítið mikið að endurskoða húsaleigubótakerfið líka. Herðu, en mér langar að spyrja þig líka Laufey, nú er búið að stofna félag leigjenda félagsbústaða. Já, það er rétt. Við sem sagt tókum okkur til bara nokkrir leigjendur og stofnuðum þetta félag. Það er búið að vera svolítið, það er búið að taka svolítið tíma að koma þess á koppinn eins og bara gerist oft með svona félagasamtök. En þetta er náttúrulega bara líka, ef maður hugsa til þess að félagsbústaðir eru búin að vera til í rúm 20 ár og þannig að það er eiginlega bara orðið mjög tímabært held ég að leigjendur stofni með sér samtök og en við erum líka svona aðeins við byrjuðum fyrst undir samtökum leigjenda ákváðum síðan að vera svona sjálfstæð eining og erum búin að opna eigin skráningarsíðu líka, við erum með Facebook síðu og svona spjallhóp leigjenda og en eins og ég segi, við erum svona ennþá að byggja okkur upp og aðeins að svona farði en þetta er Ég sá að þið sendu frá ykkur svona áskorun eða já, á borgina núna í COVID-kreppunni, upphæfi COVID að fella niður húsaleigu í hvað, 2 mánuði? Já, það er þá náttúrulega bara tekið sem frá fyrirmynd af því sem hefur verið að gerast, ekki bara á Íslandi heldur svona á löndunum í kringum okkur. Að bæði leigusalar, prívat leigusalar og einmitt svona leigufélög hafa verið að fella niður leigu og náttúrulega okkar af því að og sko svo náttúrulega er þetta náttúrulega þannig sem ákvörðun borgarinnar svona þegar að
upp er staðið af því að borgin eigandi félagsbústaða og þannig að það náttúrulega ekki í hag leigjenda að félagsbústaðir lendi í tapi út af niðurfellingunni, heldur ætti náttúrulega borgin svolítið að taka þetta. Hvernig var tekið í þessa tillögu? Fengið þetta viðbrögð á hana? Ég hef ekki fengið ljós svör. Daniel, veist þú eitthvað meir það? Nei, við lögðum líka fram svipaða tillögu og hún hefur ekki fengið, hún fór í svona sameiginlegan pakka tillagna frá minnihlutaflokkunum, þannig að þetta hefur ekki verið afgreitt. Segðu mér aðeins, sósíalistar lögðu fram bara strax í upphafi í framboði á sínu tíma hugmyndir að stofna þeirri byggingafélag. Við höfum lagt þetta fram, við lögum þetta fram eiginlega strax upp að eins og segir eiginlega bara í kosningabaráttunni og það svona bara svolítið frá fyrirmynd hinna Norðurlandana. Við tökum Svíþjóð sem dæmi, þar á hver einasta kommúna, hvert einasta sveitarfélag, sitt eigið byggingafélag, þar sem þau byggja og leigja út húsnæði. Bæði, og þá þetta yfirleitt tvenns konar. Það annars vegar félagslegt húsnæði sambærilegt félagsbústöðum og við myndum bara svo sem vilja hafa þetta byggingafélag svo sem til hliðar við það þannig og það myndi bara byggja og leigja út hverjum sem Þú getur þá bara farið á biðlista og fengið öruggt húsnæði. Ekki þurfa að díla við þessa ömurlegu skammtíma leigusamninga endalaust, þessar glötuðu endalaust og hækkanir. Og það einmitt eitt af því sem að mér finnst persónulega svo flott, svo ég taki Svíþjóð sem dæmi, án þess að það sé nú eitthvað fyrirheitnalandi, en þar eru þeir með hugtaki leigurétt. Það algjört undantekningatilfelli ef að leigusamningarnir eru tímabundnir á einhvern hátt. Við lögðum fram tillögu að Reykjavík myndi stofna sér byggingafélag og myndi flytja inn bara eigið hráefni og bara fara fram hjá öllu þessum, þá þarftu ekki að borga lóðabraskara, þá þarftu ekki að borga bíkó sína álagningu og þú myndi bara flytja inn hráefni, byggja og leigja. Síðan höfum við líka lagt fram tillögu það að Reykjavíkurborg bregðist við þessari húsnæðiskreppu sem vissulega í gangi í borginni með því að byggja einingahús. Já. Eins og Hafnarfjörður gerði, þeir bókuðu þarna upp einhverjum húsum og okkur fannst þetta svolítið flott og við myndum vilja að Reykjavíkurborg inn í byggingafélagi Reykjavíkur myndi henda upp svona einingahúsum. Það eru til alveg gífurlega flott hús, ég til dæmis heimsótti einingablokk í Svíþjóð og svo lögðum við líka fram tillögu sem er kannski á svona svipuðum meiði að við myndum nota þessi tómu rými, þessar lúxusíbúðir sem ekki seljast og þessi tóm hótelrými bara og við myndum, kaupa það eða eitthvað og nota það sem sagt fyrir fólk sem í húsnæðisþörf. Og hefur fengið einhver viðbrögð við því? Nei. Eða neikvæð viðbrögð. Þetta bara, það náttúrulega, skoðun þessara nýfrjálshyggjuflokka þarna í borgarstjórninni að opinberir aðilar eigi ekkert að vera að vasast í hinum frjálsa markaði. Mér fannst svolítið sérstakt, ég sá einmitt á dögunum, það var verið að auglýsa þarna fínu blokkirnar nú erum við búin að gera þarna nýtt svæði, 102 Reykjavík, þar sem að eru komnar blokkir þarna alveg ofan í flugvellinum eiginlega. Og þetta var sem sagt bara auglýsing fyrir þær íbúðir þarna í 102 Reykjavík og það var alveg svona, þetta var svona kostu auglýsing á Facebook og það var alveg svona strollan undir af fólki sem að var svo misboðið, af því þá hafði það, þetta er bara svona venlegt fólk sem hafði farið inn á þennan vef og skoðað bara
verðið á íbúðunum og krafan var sko, mér finnst þetta svo áberandi að því bara krafa almennings svo að bara það vantar ekki fleiri lúxusíbúðir, það vantar bara hagkvæmar íbúðir fyrir venjulegt fólk. Þannig að þarna var bara, sko, hávær krafa, ég meina það var ekki eins og að væri þarna einhver stjórnmálaflokkur að rífa kjaft eða skilur, þetta var bara almenningur að kommentera bara hvað honum var misboðið. En það líka svo mikið fyrra oft sko þú veist, eins og ég sá núna á síðasta ári sá ég auglýsingu íbúð á Rúvreitnum. Það var 30 fermetrar, það var stúdíóíbúð og það sett á hana 30 milljónir. Milljón fermetrinn og það ekki einu svona herbergi. Þetta náttúrulega bara klikkun. Þetta bara klikkun. Þetta fyrring. Já. Og þetta náttúrulega, sko, það svo margir hlutir sem að koma saman í að búa til þetta fáránlega verð. Það náttúrulega fyrsta lagi náttúrulega bara græðgi, hrein og bein. Krafa kapítalismans að ávaxta peningana sína. Þú ert að borga einhverjum einstaklingi sem keypti lóðina af einhverjum einstaklingi sem keypti lóðina af einhverjum öðrum og svo þú ert að borga álagningu verktakans og þú ert að borga álagningu byggingavöruverslunar og þetta bara, á engum tíma þá ertu komin með náttúrulega svo ótrúlega uppsprengt verð sem að raunverulega endurspegla ekkert kostnaðinn á bakvið húsnæðið. Svo einhvern veginn, það mér svo furðulegt líka að það hefur ekki mátt minnast á einmitt húsalegu þak eða neitt svoleiðis, sko. Það einhvern veginn. Nei, það náttúrulega, þú veist, svo ég segi þetta aftur, þú veist, þessi nýfrjálshyggjuflokkar sem stjórna hvort það sé á Alþingi eða í meirihlutanum í borginni, eru náttúrulega með bráða ofnæmi fyrir öllu sem að tengist í að reyna að stjórna markaðnum, sko. Og það að setja á húsalegu þaki bara, þú veist, sennilega það síðasta sem þetta fólk myndi gera. Þetta var gert í Reykjavík eftir í kreppunni í byrjun síðustu aldar, til spænsku veikina og það allt. Þá var setti Alþingi á húsalegu þaki í Reykjavík. Nei, og það fullt af borgum sem að gera þetta. New York búin að vera að setja alls konar eitthvað svona, þú veist, húsalegu, bæði þök og bann við útburði og ýmislegt, sko, sem bæði viðbrögð við COVID og bara þeirra húsnæðiskreppu sem í þeirri borg. Þannig náttúrulega Berlín að gera alveg stórmerkilega hluti. Já. Þau eru náttúrulega heppin að því leyti til að þau eru náttúrulega sambandsríki og geta sett eigin lög, sko. Já. En þú veist, það eru stórmerkilega hlutir að gerast alls staðar í kringum okkur, en við á Íslandi virðumst bara trúa því heitt og innilega að það megi ekki með neinu móti hrófla við hinum frjálsa markaði sem á að redda öllu. Mér fannst Við vitum að húsnæði forsenda velferðar. Ég var aðeins að skoða, sko, inn á bara aðildafélögum Öryrkjabandalags Íslands, hvað mikið af húsnæði fyrir öryrkja í boði og það náttúrulega Brynja hússjóður náttúrulega bara sprunginn gjörsamlega, búið að loka fyrir umsóknir. Og það eru 600 manns nú þegar á biðlista, Brynja á 811 íbúðir víða land, þar af reyndar bara 479 í Reykjavík og svo þetta náttúrulega bara dreift landið, sko. Og þeir fengu reyndar, ég veit að Brynja fekk, og ég heyrði aðeins síðan Garðari Sverrissyni á dögunum líka og ég veit að þeir fengu smá framlag núna, þannig að þeir geta keypt bætt við einhverju núna, farið í einhverju smá meiri aukningu, en ekki þannig að það breytist eitthvað drastískt, held ég, sko. En má ég spyrja, eru þeir þá að fara að kaupa? Já, þetta náttúrulega, þeir eru náttúrulega að kaupa íbúðir, bara eldri íbúðir í rauninni, býst ég við, já.
Ég býst við að þeir gera það þannig. Ég veit að til dæmis ég las líka inn á síðu SEM-samtakana sem ég veit að SEM-samtökin eiga 31 íbúð eitthvað svo leys. Þeir byggðu fyrst blokk á Sléttuveginum, eitthvað 20 íbúða blokk, 1995 eða 89 eða eftir í den og svo gátu þeir keypt seinna einhverju 11 íbúð til viðbótar, gamlar íbúðir og þannig að þeir eru núna með eitthvað húsfélag sem er með 31 íbúð en þá voru lögin þannig gagnvart þeim að þeir gátu keypt á 1% vöxtum eða fengið lán á 1% vöxtum til 50 ára og 90% af kaupverðinu og 10% sem upp á vantaði var styrkur í svona stofnstyrkur. Þannig að frá yfirvöldum, ég veit ekki hvort það frá ríkinu vantarlega. Þannig að þeir höfðu bara svona raunverulega möguleika til þess að stofna svona íbúðafélag fyrir fatlað fólk með svona litlum einhvern tilkostnaði. Þeir gátu rekið svona einingu og einingar og íbúðir hér og þar. Og sama, maður myndi hugsa ég veit ekki hvernig var með Brynja á þessum tíma en möguleikin hefur verið fyrir hendi vantarlega að eignast húsnæði á tiltölulega einfaldan hátt. Og náttúrulega almenningur gat líka þarna í einhverjum tímapunkti. Við erum náttúrulega með verkamannabústaðina upphaflega fram að einhverjum tíma og svo taka þarna 90% lánin við og svo bara erum við komið með íbúðalánasjóð og kerfinu breytt og allt bara læs. Og einhvern veginn engin möguleiki fyrir svo margt fólk að bjarga sér. Það er náttúrulega líka náttúrulega eins og með bara aðgengilegar íbúðir. Það er náttúrulega alltaf gríðarlegt vandamál fyrir fólk sem nota hjálpartæki sérstaklega. Að finna aðgengilegar íbúðir og þetta er alveg hvort sem þú ert að leita að leigu í húsnæði eða kaupa. Ég hef heyrt bara frásagnir frá fólki, en sérstaklega fólk sem í stórum hjólastólum. Að fá aðgengilegt húsnæði er náttúrulega bara meiriháttar mál. Þannig að maður þyrfti að byggja sérstaklega. Já. Svo getur þú sótt lán til að breyta húsnæðinu þínu. Já, það er hægt, já. En í rauninni kannski myndum við vilja sjá að eins og ég veit að er sumstaðar að þá í Skandinavíu að þá í rauninni bara ef að þú býrð við fötlun þá bara áttu rétt á því að fá breytingu á húsnæðinu fyrir að kostnaðarlausum. Og það bara svona allar nýjar íbúðir þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Það komið náttúrulega inn í kerfið svo sem þetta með mikið meira til dæmis að lyftuhúsnæði núna í dag. Þetta er eins og mér fannst áhugavert að tala SEM og það sem þau gátu gert náttúrulega í dag erum við með lög almennar íbúðir sem að eru raun og veru að gera bjargi kleift að byggja. Já. Sem náttúrulega að sjálfsögðu stendur ekki öryrkjum til boða því miður. Nei. Og mjög leiðinleg. Og en nú er alveg dottið með það sem ég ætlaði að segja. Það með bjarg. Ég var að lesa skilyrðin fyrir bjarg og það var alveg hamrað á því að þú þyrftir að vera aðili að ASÍ og einhverjum verkalýðsfélögum og vera vinnandi virkur á vinnumarkaði. Og ég hugsaði bara með mér, ég meina, það er eins og sé ekki tekið tillit til þess að meginþorri fólks sem er með örorkumat er fólk sem kannski var búið að vinna megnað sinni ævi og greiða í sín félög. Þannig að það bara eins og það sé þurrkað út og það er í rauninni ekki njóta tryggingar þegar það fær örorkumatið, heldur það einhvern veginn bara að þykja ölmusu. Þetta undirstrikar svo þessa fordómafullu hugsun í kerfinu, finnst mér.
þessa polariseringu. Stéttarfélagi heldur, nokkuð. Hvað segirðu? Má ekki verið í stéttarfélagi heldur. Nei, einmitt. Heldur einhverjum réttindum sínum en það misjafnt eftir stéttarfélögum, sko. Það alveg sjálfvald sett hvernig það og ég meina lengi vel að þá, svo fyrst við erum komin út í þetta, að lengi vel að þá barðist ASÍ fyrir því að það yrði tekin upp hvað heitir það, starfsgetumat. Já, akkurat. Dæmis, þannig að stéttarfélögin hafa ekkert alltaf verið góði félagar í baráttunni fyrir öryrkja, sko. Einmitt. Og ég haldi persónulega að það sé að breytast núna. Það nefnilega vonandi að breytast, maður svona heldur í það von allavega og núna ég veit að Þuríður Harpa hefur verið, hún var að tala um það í síðasta þætti, hún hefur verið viðræðandi við ASÍ, þannig að og einmitt, maður að sjá svona einhverjar breytingar, einmitt þetta með starfsgetumatið sem það breytist líka, þannig að við Svo ég hrósi sjálfur mér að það var bara einn maður sem bara breytingartillögu og það voru allir sammála, sko. Þetta var bara koma með nýjar pælingar, koma nýju fólki að það inn og þá getur ýmislegt gerst. Það getur ýmislegt gerst, þakkum það. Já, einmitt. En mér langar aðeins svona í lokin, já, nú erum við að sjá örugglega mögulega einhverjar gríðarlegar breytingar á næstunni. Nú það eru 22.400 eitthvað manns með örorkumat á Íslandi í dag. Það eru 55.000 manns skráðir atvinnulausir að hluta eða fullu. Tíunda láglauna, hvað segir við, neðsta tekjutíundin hjá fólki. Ég veit ekki hversu stór hún en við erum að mögulega fara að horfa upp á bara mikla fjárhagserfiðleika hjá mjög mörgum. Þannig að erum við að fara að sjá þetta landslag eitthvað breytast? Erum við að fara að sjá einhverju svona hugarfarsbreytingu, Daniel, hjá nýfrjálshyggju fólkinu? Erum við að fara... Já, ég meina, það ekki alltaf þannig að núna þá mikið af fínu fólki að fara að detta atvinnuleysisbætur, þannig að það umhverfi ætti að breytast að einhverju leyti. En þú veist, ég bara svolítið svartsýnn á að þessir frjálsu markaðsflokkar munu eitthvað sjá að sér, sko. Þeir vilja alltaf sósíalisma fyrir fyrirtækin, sko. Þeir vilja aldrei sjá neitt sem að hjálpar fólkinu beint, þú veist, allir stuðningur, ríkisstjórnarinnar miðast við að borgin á bankabækur hjá fyrirtækjum í staðinn fyrir að borga fólkinu beint. Ég veit það ekki maður. Við þurfum eiginlega bara svolítið rísa upp og taka þetta, held ég. Já, það ekki. En já. Svo náttúrulega spurning hvort að markaðurinn sjálfur muni breytast eitthvað með... Markaðurinn náttúrulega ekki til akkurat núna. Nei. En svona, sumir vilja meina að Airbnb íbúðirnar fari út af markaðinn og húsalega muni lækka og þetta muni svona eitthvað breytast. Það sjálfur sér. Já, þetta alltaf mýtan. Já, einmitt. En ég held einmitt að, þú veist, jafnvel, markaðsnöttararnir, sko, þurfa að horfast í augu við að það ekki hægt að kreista blóð úr steini. Fátækt fólk getur ekki endalaust bara reitt fram fé, það eru alveg takmörk fyrir því hvað hægt að kreista mikið. Og ég held einmitt eins og með, þú veist, leigu niðurfellingar og þú veist líka náttúrulega þessi innheimtu félög sem náttúrulega bara mjög absúrt fyrirbæri út af fyrir sig vegna þess að náttúrulega ljóst að skuldir þeirra sem eiga minnst eru þær sem fara í þessi innheimtu félög. Þá verða þær stærri og stærri og minni líkur á að fólk geti borgað. Þannig að þetta þú veist, ég veit ekki, sko okkur finnst rökréttast náttúrulega við sem erum svona félagshyggju fólk að það sé bara komið nóg af svona innheimtu aðferðum. En það nú kannski ekkert skoðun allra, ég hugsa þau náttúrulega vilja ekki samþykkja þetta þannig að þau deyja örugglega ekki svo glatt. En þú veist, eins og ég segi, þú veist, hversu lengi hægt að pína fólk? Það grundvallar spurningin. Það bara stundum betra að
einmitt bara létta af fólki í smá tíma til þess að síðan, þú veist, fólk geti staðið upp sjálft og svolítið byrjað aftur að borga, þá Svo ég hjálpi nýfrjálsku flokkunum við að finna upp lausnir til að geta gert þetta mannúðlega en samt einhvern veginn svona pínu á þeirra forsendum, og þá gætu þið náttúrulega bara núna tekið Bjössa í world class sér til fyrirmyndar og sett bara fristingu á alls konar greiðslur og bætt þeim gjaldum í staðinn fyrir að þú eru að borga það upp og þá myndi bara bætast við 3-4 gjalddagar aftan á drasli, sko. Að sjálfsögðu væri það ekki svo lausn sem ég myndi vilja, en þú veist, kannski er þetta eitthvað sem að þau gætu sætt sig við, sko, þú veist, ég myndi ekki leggja þetta fram sjálfur en ég gæti svo sem stutt þetta. Já. Það er örugglega ýmislegt hægt að gera, en við skulum vona að bara hugir fólks fari að opnast núna fyrir nýjum hugmyndum á þessum húsnæðismarkaði. Og ég þakka ykkur alveg innilega fyrir komuna. En við köllum þetta gott í bili og ég kannski fæ að heyra ykkur seinna ef við fjöllum aftur húsnæðismál. Mér langar aðeins, það er alveg efni í sér þátt að tala þessi skilyrði og leigjenda og leigjenda hjá félagsbústöðum og Brynjuhúsi og þessum félögum allum. Það megi ekki, geta ekki frjálst höfuð strókiður sem að þessi kannski, jafnvel eins og í tilfelli öryrkja njósnað það, IP-tölurnar og eitthvað. Þannig að ég fæ kannski heyri ykkur síðar. En þakka ykkur innilega fyrir þetta. Ég minni á Facebook-síðu þáttarins Öryrkjaráðið og við sjáumst næst. Takk.